Í COVID, þá fór ég að fylgjast með Karen á hennar Instagram, af því mér varst það svo fyndin og skemmtileg. Nú ert þú 100 árum eldri en hún. Já. Þetta er aðeins svona, við erum jafn gamlir. Það? Já, þú veist, hérna... Hann er alltaf að gera það. Við tökum þessu báðir sem hrósi. Já, ég var alveg, ekki útskýra. En ertu aldrei að hugsa eitthvað, þú veist, ef ég er eitthvað like ógeðslega mikið á henni, er það ekki bara eitthvað glatað? Veistu það? Ég er alltaf að hugsa. Nei, ég skal segja. Áhugavert, já. Hann sendi mér bara mjög einlæg skilaboð. Ok. Þetta er alveg góð punktur. Mér finnst alveg sjálfum, þú veist, það er skrítið að vera miðaldra maður einhvern veginn að fara að læka myndir eða læka einhvern prófíl eða eitthvað, en á sama tíma og finnst mér að maður að lofa þá sem er að gera skemmtilega hluti og Kari var ógeðslega fyndin, hún var það fyndin að í COVID þá var einhvern veginn svona, hún var eitthvað að fylgjast með henni, hún var alltaf að kynna Hjalta, ég elskaði Hjalta og svo sá ég Karin og Hjalta að labba niður í bæ, þetta var á COVID-tímum, það var ekki mikið að gerast og ég man að ég sendi Karin skilaboð bara, hei, við sáum okkur Hjalta, Maðurinn sem kipti sér ekkert upp með að vinna með Ben Stiller var starfstrakkur við Karin og Hjalta. Það er þannig, sko, ég get talað við Karin, ég get örugglega ekki talað við Hjalta. Ég myndi bara vera...